Góðan dag og takk fyrir að deila þessari stund saman. Þetta er mikilsvert mál sem við þurfum að fjalla um og að mínum mati og fleiri þá stendur það sem hefur nú verið hérna mikið til umfjöllunar núna undir þessu vörumerki má segja, fjórða iðnbyltingin á brauðfótum ef við hugum ekki að örygginu. Og ég var eiginlega dálítið skemmt þegar að forsætisráðherra í morgun var einmitt að tala um að hún hefur verið vöruð við því að nota hugtakið fjórða iðnbyltingin. Því það verður svo ofnotað að það hefði verið nánast hvað í stefnuskrá allra stjórnmálaflokkana fyrir kosningar. Og ég ætla ekki að segja þá af hverju ég valdi þennan titil á svipuðum tíma. Það er með þetta sem ég sá að var nokkuð sem að skipti máli. En ef við lítum aðeins tilbaka, þá langar mig til þess að hverfa aftur 43 ár, þegar ég var áttað með því að það eru 43 ár síðan ég kynntist, má segja, æsku ástinni minni. Þótt að sú ást nú kannski dálítið svona einhliða og ég nota þessa líkingu fyrir þennan hóp því hér á ég að sjálfsögðu ekki við ungu myndarlegu konunamyndinni heldur IBM 1620 sem að hafði þá verið í notkun hér í 10 ár. En eins og örvarnar til hægri sína það er eitthvað sem að virðist hafa farið úrskeiðis á þessum tíma. Ég man að þegar við þegar mín kynslóð fékk að kynnast tölvunotkuninni, þá var þetta ekki síður spennandi heldur en ég heyri að þeir í dag. Og það voru ótrúlegir hlutir sem hægt var að láta þessa tölvu gera. Lesa gestaþrautir, útsetja tónverk, og spila Póker 21, svo ég rífi upp gömul nemendaverkefni. Tölvu- og nettæknin, eins og þarna segir, hún hefur fært okkur gríðarlega mörg tækifæri. En við erum núna byrjuð að fá svona dálítið slatt af bakreikningum má segja. Því að þessu fylgja líka ógnir. Og það má segja að það sé undirliggjandi rótin, þessi ónóga áhersla sem hefur verið á öryggi og það verður líka ekki síst að skrifast á reikning kaupenda vöru og þjónustu sem hafa ekki verið nógu harðir að krefjast þess að öryggi sé sett í forgang. Í þeim viðtölum sem ég hef átt á undanfarnum árum við eins sem hafa komið nálægt íslenskri hugbúnaðarþróun, þá hefur maður iðulega heyrt að öryggi sé nokkuð sem hafi iðulega þurft að strika út. Það sé ekki eitthvað sem að viðskiptavinurinn hafi forgangsraðað á hörðum samkeppnismarkaði. Annað atriði er að það hefur ekki verið lögð áhersla hvorki hér né annars staðar að þróa netöryggi hafa því boðið sem fræðigrein. Ýmsar sérgreinar netöryggis, dulritun, það að hakka, það hefur verið kennt. En þetta er dálítið svipað eins og ef við viljum og þörfnumst þess að fá verkfræði í þjóðfélagið, ef við höfum til dæmis góða stærðfræðinga og eðlisfræðinga. En okkur vantar, við getum sagt, þessa heildstæðu mynd fyrir þessa fræðigrein sem að netöryggi er víða og getur einnig orðið hér. Eitt atriði viðbót sem ég minntist þarna á, það er einmitt útvistun sem að er undirstaða mikillar hagkvæmni hvort sem er hjá einkaaðilum eða hinu opinbera. En það sem að fólk átti sig stundum ekki á er að fólk útvistar ekki sinni ábyrgð. Sinni ábyrgð á gögnum,
sinna ábyrgð á vinnslu gagna og sinna ábyrgð á þjónustu. Erlendis hafa ráðherrar þurft að fjúka fyrir þetta. Hafa ekki alveg áttað sig á þetta, á þessu. Skýjalausnirnar sem að geta falið í sér bæði öryggi og hagkvæmni, en það fela líka í sér vissi áskorun þegar er að ræða gögn sem fær yfir í lögsögu annarra ríkja. Og það ekki nóg við að skoða bara hvað sé leyfilegt samkvæmt persónuverndarlögum. Það ýmislegt leyfilegt innan Evrópu. Þeir sem að bera ábyrgð á ýmsum opinberum íslenskum gögnum, þeir geta þurft að standa skil á aðgengi, réttleika og öðru sem erfitt að tryggja ef þetta farið úr íslensku lögsögu. Ég rakst á þessa ágættu tilvísun hérna eftir Bill nokkurn Gates. Every week there are reports of newly discovered security problems in all kinds of software from individual applications and services to Windows og svo framvegis. Og hann endar með að segja, eins og við getum lesið, eventually our software should be so functionally secure that customers never even worry about it. Og þetta bara eins og mætti segja talað núna í dag. Það sem eins og rakti náttúrulega athygli mína árið 2002. Þetta fyrir 16 árum síðan, sem ansi langur tími í tölvuheimi. Hérna einmitt gömul námsbók úr háskólanum, skrifuð 76. Og að fletti í henni sér maður jafnvel að það verið að glíma við sömu vandamálin, oft að þessi samskipti manns og vélar eru veikur hlekkur sem ekki ennþá hefur víða verið ráðið bót á. Nú menn hafi líka verið svo sem að tala hvernig sem netið sumir hafa séð fyrir sér að það vera, við getum sagt, það svona heimur út af fyrir sig það sem geti ríkt algjört frelsi. En eins og í villta vestrinu, það var það reynt að koma á röðum og reglum, eins og má sjá hérna þetta ágæta dæmum, þótt dómstól þótt í knæpu væri. Og meira sem Mannréttindadómstóll Evrópu hefur dæmt að einstaklingar eigi rétt á því að réttaríkið þess njóti einnig á netinu. Það eru ýmsar svona skemmtilegar líka lögfræðilegar áskorunir sem að svífa dálítið á mörkum lögfræðinnar og tækninnar. Til dæmis vegna þess að þegar þessi lögfræðilegu túlkun beint ofta reynt að taka líkingar úr raunheimi. En þá kemur einmitt þessu hvort að notandi fari til netþjóns eða netþjón sé reynt að koma yfir netið til notandans. Og þessi líking sem notuð við það að sækja gögn til annarra landa, það oft eins og maður farið með hjólbur yfir landamæri og komið með hana fullnaðna upplýsingum tilbaka. Meðan ég býst við að svona nákvæmari tæknilegri lýsing væri að þarna sé eins konar borðtennisleikur á milli tveggja netþjóna. Nú, lagaleg túlkun getur síðan farið eftir því hvaða líkan maður nota til að lýsa þessu. En þetta dauðans alvara í þess orðs fyllstu merkingu, því að maður hefur verið á fundum, þar sem að lögreglumenn hafa einmitt verið að lýsa örvinglan sinni erlendis, því að koma kannski líki á gólfinu, þeir sjá morðhótunina á tölvuskjánum, en þeir mega ekki klikka þar með opna tölvupóstinn, því að þar með verður þeir að brjóta fullveldisrétti annars ríkis og fara inn í lögsögu þess og sækja upplýsingar. Sá sem að gæti veitt þá heimild, hann liggur dauður á gólfinu. Hér ágæt skýrsla frá Europol og ég hef reynt hérna
og sumstaðar annar staðar í glærónum og jafnvel að bara setja inn heimildir. Því að ég mun ekki vera að fara í þetta sérstaklega núna, en bara svo að glærurnar, þegar þið fáið aðgang að þeim, geti nýst þeim sem það vilja til að svona glöggva sér betur einstökum málum. Ég hef býst við að flestir vanmeti það gríðarlega tjón sem er vegna netglæpa. Þetta er tjón eins og World Economic Forum mata. Og ef maður notar bara hnattræna skiptingu með hagtölur, þá mætti meta það eftir því svona hvernig gengi er notað upp á tjón hérlendis sem að gæti numið að stærðargráðunni tugur milljarða, ekki milljóna. Þegar við vorum að móta stefnuna á sínum tíma, þá reyndum við einnig að nota hagtölur og þá komumst við að niðurstöðu að svipaði stærðargráðu. Í þeirri þróunarvinnu var sagt við okkur, en þetta gildir ekki Ísland. Hér er ekki eftir svo miklu að slægjast. En þá svöruðum við því, er það virkilega okkar sýn að hér sé þjóðfélag, ætlum við að segja það börnum okkar, þar sem að verði ekki eftir neinu að slægjast. Því við búum þá við þá þversögn að annaðhvort er eftir einhver að slægjast og þá er þetta tjón mikið, eða að við búum við það efnahagslega bæklað samfélag að hér sé reynd eftir litlu að slægjast og það er ekki góð kostur heldur. Nú, ógnir vegna glæpa, það er ekki það eina. Ógnir vegna njósna, og hér er ég ekki að tala endilega það eru njósnir sem hafa verið mest í fjölmiðlumræðu, eins og meintar njósnir ríkja gagnvart einhverjum einstakum þegnum. Hér er ég að tala iðnnjósnir í stórum stíl sem að geta leitt til þess að heilu atvinnugreinarnar í sumum löndum eða hérðum leggist af. Og fólk áttar sig stundum ekki á hvað mikið af nútíma atvinnugreinum byggir á mjög verðmætri þekkingu. Það er nefnilega, þetta er mat sem er hérna á skjánum, það er frá Danmörku. Ég hef heyrt svona lýsingu frá öðrum löndum sem er mjög svipuð niðurstaða að raun og veru að ógnin sem væri kannski mest í fjölmiðlum, sem getur verið kannski frá þrýstihópum og hryðjuverkum, sé tiltölulega lítil miðað við það tvær efstu, varðandi bara hreinlega efnahagslegan skaða fyrir þjóðfélagið. Nú, fyrir utan þetta, þá getur netið verið núna vettvangur hernaðar og það er raun og veru gerð víða krafa það, og það er alltaf til þess að samfélag geti varið innviði sína og eins og sjá svona verið trúverðugt í samskiptum og ýmis ríki notaði raun og veru til þess að markaðssetja sig varðandi fjárfestingar að þau bjóði upp á örugga innviði. Nú það að ráðast gegn innviðum, það er sjálfsögðu ekkert nýtt. Þetta er búið að vera mjög lengi. Það sem er kannski nýtt er hvað hægt er að gera það með einföldum hætti og hafa stórvirk áhrif. Lagaramminn varðandi átök og raun og veru varðandi það sem getur verið árásir á milli ríkja. Það var reynt að skýra hann dálítið með útkomu rit sem kom út fyrir tæpa ári síðan með svona skilgreiningum á hvað teldist vera netárási, við getum sagt svona í hernaðarlegum tilgangi. WannaCry hefði til dæmis geta flokkast sem slík ef það hefði hlotist af bani í Bretlandi og ef að það væri flokkað sem viljaverk. Núna til dæmis, þegar að Bretar og Bandaríkjamenn hafa opinberlega ásakað Norður-Kóreu að hafa staðið að baki
og þá meint að þeir hafi nýtt sér netþjóna annar staðar, þá getum við lent í þeirri stöðu að ef að netþjónar hér hafi til dæmis verið nýttir til árása, að sé að ræða í raun og veru hernaðar árás frá Íslandi yfir á Bretland með rétti þeirra til þess að verja sig. Nú ógnir og veikleikar hérlendis, það geta verið ýmis dæmi, það er svona glæpir. Margir hverjir eru ekki tilkynntir. Maður hefur heyrt háar upphæðir sem að mér skilst að hafi ekki verið tilkynntar varðandi skaða, njósnir. Nú eins og annar staðar, netöryggi hefur ekki verið kennd sem heildstæð fræðigrein og ónóg áhersla á netöryggi hjá kaupendum. Netöryggisveitin, hún hefur verið veikburða en það stendur nú til bóta og síðan má segja þessi ákveðin veikleiki hvað netrekstur ríkisins hefur verið dreifður. Þetta er eins og að hafa byggingu með yfir 200 gáttum. Besta lausnin er kannski ekki að setja öflugan leitarbúnað í hverja gátt, heldur kannski að reyna að fækka gáttum eins og önnur ríki hafa gert. Nú, förum nú aðeins yfir á svona hvað við getum gert til þess að bæta eitthvað hér úr. Við höfum látið litið á þetta, okkur er kannski dálítið málið skilt í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu að nota samgöngur sem hliðstæðu því að við erum í raun að tala öryggi flutningi á upplýsingum. Svipuð bylting og varð með tilkomu netsins má segja hafa orðið með tilkomu bílsins, Ford T. Þetta hafði heilmikil samfélagslega áhrif í Bandaríkjunum, skapaði ný tækifæri til glæpamennsku, þvert yfir ríki og bandarískar alríkislögreglan var stofnuð. Mér finnst þetta alltaf dálítið skemmtileg þversögn að öruggasta leiðin til langferða sé bara að fara inn í Aldós og eins og þarna sjá. Af hverju er þetta svona öruggt? Er það tæknin? Ég segi nei. Það er öryggismenningin. Öryggismenningin í kringum allan reksturinn, frá framleiðslu til þjónustu. Þarna sem eðlisfræðingur svo minnst á, þarna svona áhrifamesta eðlisfræðitilraun sem ég hef tekið þátt í, þegar þungur bíll keyrði á bílinn minn. Og ef að öryggið í bílnum hefði verið álíka og öryggið hefur verið til þess að víðast í tölvukerfum, þá væri ég líklega ekki hér, ég væri hreinlega bara dauður. En sem betur fer hefur tekist að þróa heilmikil varnarkerfi í umferðinni. Nú ef við tölum þjónustu, þá höfum við hefð fyrir því að hafa, og ég segi ekki áfallaþolnar forritun, það er mjög skemmtileg þessi kóði sem var notaður í tunglferjunni 69. En þeir reiknum með að hann gæti brugðist. Þetta var það sem að menn höfðu þá til vara, til að reikna sig aftur til jarðar. Þannig að Pickett N600 reiknistokkur. Ég hef líka gaman af því þegar ég keypti iPadinn minn. Því að þá lá netið niðri hjá Apple. En þeir hugsa þjónustuna, ekki viðhalda tækninni. Höfðu bara meira að segja, hvað heitir það? Internet Downtime Transaction Form og bara strauðu viðskiptin í gegn. Það var minnst á ISO 27001. Ég mæli með því sem lesningu hvort sem að fólk vil innleiða eða sem sagt fylgja staðlunum formlega, þá verður tekið þarna á mörgum þessum áhættu þáttum sem myndu skila miklum bótum. Og hérna eru síðan nokkra glærur, þar sem að ég ætla að fara aðeins yfir þessa umgjörð. Ég ætla ekki að miklum tími þar. Þess að ég setti þessa punkta hérna
svo þið gætu bara haft þá og nálgast á eftirkynninguna. Það er þessi lög fjarskipti, Evrópulöggjöfin sem að Elín Ósk kynnti í morgun og ef einhver minnst af upplýsingabæklingum það eru hérna nokkrir. Og síðan sjáum við hérna skiptingu á milli ráðuneyta varðandi ýmis verkefni tengd netöryggi. Netöryggissveitin heyrir jú undir Póst- og fjarskiptastofnun og það hafa verið ýmislegt sem hefur verið til bóta á síðasta ári. Til dæmis það var flutt starfsstöðin til þeirra deilda lögreglunnar sem að fást við netafbrot og það hefur strax held ég skilað töluverðurum árangri. Eitt sem var líka minnst á í morgun, það er þessi nýja tilkynningagátt sem að við vonumst til þess að geta komið á. Netöryggisráðið, það hefur núna starfað í rúm 2 ár og það er svona kannski best að skýra það með þessari mynd. Bláu kassarnir eru þá opinberir aðilar en þessir appelsínugulu, það eru geirar í samfélaginu sem að við viljum ná til með því að hafa svona heildarfyrirkomulag með samstarfshópi netöryggi. Við héldum fund í fyrra, við höfum ekki fylgt því eftir því við höfum verið að bíða eftir að við fengjum verkefni til að vinna úr og það er einmitt að koma núna eins og verður vikið að. Það má segja að þessi mynd sýnir svona nokkuð hvernig við ímyndum okkur að það eru hér þessi mismunandi geirar, það geta verið mismunandi eftirlitsstofnanir sem að þurfa að hafa eftirlit með hvaða samskipti eru leyfileg innan geirans, það geta verið lagalegar kröfur það. Tilkynningar til netöryggisveitarinnar, sterk samstarf við stjórnsýslu og alþjóðlegt samstarf. Nú fjármálafyrirtæki eru einnig núna hafa gengið til samstarf við norrænt fyrirtæki sem er svona norrænt fjármálasert. Sem betur fer hefur núna verið gangur í þessum málum fyrir rúmri viku síðan. Það var einmitt undirritaður samningur þjónustu netöryggisveitarinnar við stjórnsýsluna. Því að miðað við núverandi lagagrunn þá verður að útvíkka þjónustu sveitarinnar með svona samningum. Annað sem við gerðum, það var við fengum Háskólann í Oxford til þess að gera úttekt á stöðu netöryggis á Íslandi síðastliðið sumar og við höfum fengið skýrslu í hendur sem við erum að vinna úr og verður síðan gerð opinber. Þarna var tekið mjög breið þjóðfélagsleg nálgun á þessa, við getum sagt, svona 5 þjóðfélagslega þætti. Og miðað við Bretland má segja að við séum í flestum flokkum einu þrepi neðar sem er bara ósköp skiljanlegt því að Bretar hafa eitt miklu fé í sitt netöryggi og hafa verið gert það núna í töluverðan tíma. Annað sem okkur finnst vera spennandi og við erum að vinna að í samvinnu við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Íslands, það er einmitt að bæta í raun og veru ástandi varðandi menntun, að bjóða íslenskum stúdentum upp á framhaldsmenntun á þessu sviði og norski tækniháskólinn, hann stendur mjög framarlega á þessu sviði. Við fréttum af því bara í fyrradag að fyrir nákvæmlega viku síðan fenguðu 20 milljónir norskra króna til þess að þróa sérstakt æfingasvæði, svo má segja, til þess að æfa, við getum sagt, samverkandi samfélagslegra áhrif víðtækra netárása. Og það er stefnt að því að komið á fulltrúar frá háskólanum hingað til lands núna í þessum mánuði.
Við höfum einnig átt samstarf við Háskólann í Oxford. Við vorum með drög að umsóknum verkefni upp á 1 milljón evra í undirbúningi í 1 mánuð, en síðan höfðu þeir ekki tíma til þess að raun og veru fyrir loka hnykkinn, en við sjáum fram á ýmsa samstarfsmöguleika. Það er minnst á Sumarháskóla og hann er að hollenskri fyrirmynd. Það sem að þetta er samvinna við háskóla og einkafyrirtæki, og það er nokkuð sem við ætlum að sjá að reyna að prófa nú hugsanlega næsta sumar. Netöryggisrannsóknir hjá Oxford geta verið margs konar, til dæmis ekki bara tæknilega, heldur þarna er ein grein þar sem voru að skoða hver eru þessi merki þess þegar einhver er hugsanlega að reyna að afla sér óæskilegra réttinda til þess að brjótast inn í tölvukerfi. Nú, löggjöfin net- og upplýsingaöryggi sem var kynnt hér í morgun, og ég bara vísa í kynningu Elínar Óskar. Og ég get líka sagt upplýst að ráðherra samgöngu- og sveitarstjórnarmála kynnti á fundi ríkisstjórnar í morgun minnisblað þar sem var farið yfir ástand varðandi netöryggi, ógnir á því sviði og hvað væri verið að gera til úrbóta þar á meðal þessa löggjöf. Varðandi persónuverndarreglugerðina og NIS-tilskipunina, við erum eiginlega vonast til þess núna að það virðist allir verið dálítið þreyttir á þessu skammstofun GDPR sem er bráðnauðsynleg, að brátt verði NIS hið nýja GDPR. En við þurfum bara átt okkur á að þetta er bara byrjunina af því sem koma skal. Markmið með hvort tveggja er raun og veru að skapa það víðtækt umgjörð netöryggi, þannig til dæmis að snjalltækin uppfylli sömu kröfur hvar sem er. Þarna er neðst að þessari glæru tilvísun í kynningu sem ég var með í september minni mig. Þá var Evrópusambandið nýbúið að kynna á 1400 síðna greinagerðir hvað þeir vildu gera núna næst. Og það er meðal annars sem þetta koma á vottun á öllu þessum tækjabúnaði. Það er síðan eins og hjá ýmsum félagastofnunum heilmikil umræða í gangi hvers konar samtal sé æskilegt að hafa á milli hins opinbera og einkamarkaðarins, og það er það sem við vonumst til þess að taka núna upp á fundum með samráðshópnum sem að við munum boða, náum kannski ekki þessum mánuði en minnsta kosti þá í mars, því að við viljum núna byggja upp þetta samtal þannig að við getum nýtt samráðshópinn til að glíma við persónuverndarreglugerðina, NIS-tilskipunina og raun og veru alltaf færiband af verkefnum sem eru algjörlega fyrirsjáanleg. Varðandi hollensku samtökin sem eru nokkuð svipuð okkar og við höfum átt ágætis samstarf við, þarna er tilvísun í ágætis lista, tékklista fyrir stjórnendur og svona ágætis og mjög læsilegt kynningaritt, einmitt ætlað stjórnendum. Að hverju þurfa þeir að huga? Og að lokum, svona til að enda á jákvæðum nótum og minnast á 4. iðnbyltinguna, þá þrátt fyrir allt þetta sem búið áður er talið, þá er björt framtíð möguleg. En hún verður að vera byggð á öryggi. Því annars eins og þarna segir, er þetta bara eins og fjármálakerfi án fjármálaeftirlits og seðlabanka, við erum búin að prófa það, eða bifreiðar án bílbelta og árekstrarvarna, sem er ekki góð vara ef við ætlum að fara út í alþjóðlega samkeppni. En með því að hafa öryggi með strax í hönnun, hanna til dæmis netgáttir ríkisins þannig að séu færri en 10 í staðinn fyrir 200, þá getum við náð langt, og ég get líka minnst á það
að ég verð var við það að þessar alþjóðlegu háskólar til dæmis sem ég minntist á, þeir vilja gjarnan vinna með okkur. Af hverju? Er það einhver góðgerðarstarfsemi? Nei. Við erum heldur ekkert, við erum ekki að segja eftir neinni ölmusu. Þeir sjá í okkur tiltölulega lítið þjóðfélag, það sem hægt er að vinna tiltölulega náið saman og þeir séu okkur tækifæri til þess að geta með rannsóknum og samstarfi fengið sýnilegan árangur sem kemur þeim til góða en þar með okkur líka. Og með þessum orðum þá vil ég bara þakka fyrir og bara vonast til að við getum öll átt góða samvinnu um þetta. Takk fyrir.